Góðan daginn og hjartanlega velkomin hingað á Þjóðminjasafn Íslands í hádegisfyrirlestraröð safnsins sem þennan veturinn hefur svolítið verið undir merkjum rannsóknarverkefnisins Heimsins Hnoss og sýning þessa verkefnis er hér upp í Bógasal og verður fram í nóvember. Þessi sýning er ein af birtingarmynd þessi fyrirlestraröð og sýningin uppi er ein af fjölmörgum birtingarmyndum rannsóknarverkefnisins sem hófst formlega árið 2018 og er núna að ljúka og núna bara síðustu, bara fyrir nokkrum dögum kom út þessi bók hér, Heimsins Hnoss, söfn efnis, menningararfur og merking. Í ritröð sýnisbókar íslenskrar alþýðumenningar, 30. bindi í þessari merku ritröð. Rit, svo ég segi sjálf frá því ég er annar tveggja ritstjóra með fjölmörgum þáttökundum úr verkefninu sem skrifa sína sín á því. Einn höfunda í þessari bók er Guðný Hallgrímsdóttir og hún ætlar að flytja hér fyrirlestur í dag efnahagslega stöðu vinnukvenna á Íslandi. Guðný er kannski einn af okkar helstu einsögufræðingum í dag. Hún birti bók í þessari ritröð fyrir 10 árum, Guðrún Ketilsdóttir, vann áfram með hana og birti aðra bók þá frábæru konu í ritröðinni Microhistories hjá bókaforlaginu Routledge og ég ætla hafa þetta mjög stutt áður en ég býð hana hér að koma hér upp og halda sem fyrirlestur vegna þess að það er mjög þétt prógram hér á Þjóðminjasafninu í dag að þá þurfum við eiginlega að fara út svona kannski korter 10 mínútur fyrir 1. Guðný verður með sinn fyrirlestur og svo höfum við mjög snarpar og mjög góðar umræður og ég bara býð Guðný þá velkomna og taka við hér við mikrofónin. Gjörðu svo vel. Já, ef þetta er oflókið, þá er eiginlega fyrirlesturinn hér í þessari bók. En ein ástæðan til að verði ykkur út hana. En í þessu erindu verður kastljósinu beint að konum á vinnumarkaði á 18. og 19. öld og möguleikum þeirra og einhvers konar sjálfstæði byggðu á eigum sem skiluðu þeim arði og sérhæfingu sem gerðar eftirsóttar til vinnu. Sagnfræðingurinn Vilhelm Vilhelmsson, sem skrifað hefur sjálfstætt fólk á tímum vistarbandsins, telur að nokkuð hafi verið sérhæft vinnufólk sem hafi verið í betri stöðu til að semja vistaráð sín. Slíkir einstaklingar hafi því í krafti sérhæfingar geta sett skilyrði fyrir ráðningu sinni eða farið fram á betri kjör. Það er staðreynd að á 18. og 19. öld voru margar konur í vinnumennsku allt sitt líf og giftust aldrei. Og af rannsóknum á dánarbúum kvenna má sjá að sumar þeirra áttu húsdýr, samanber kindur og hesta, aðrar áttu sín eigin framleiðslutæki, prjóna, potta eða annað. Ég er ekki alveg viss á þessari tölvu hérna. Hvernig á ég að færa bendilinn hérna? Kristján, bendilinn hér. Já. Já, svona. Það verður víst að vera svona. Ok. Og spurningin er því, gátu konur sett skilyrði fyrir ráðningu sinni eða beðið betri kjör? Og er hægt að finna vísbendingu að eigur kvenna hafi skilað þeim arði? Lesa má launakjör hjá fyrsta iðnverkafólki á Íslandi í bók sagnfræðingsins Lýðs Björnssonar rekstrarsögu innréttingana. En þar birtir Lýður úttekt sem gerð var á launakjörum starfsmanna sumarið 1760. Þar má sjá að karlar og konur sem sinntu sambærilegum störfum í vefsmiði innréttingana fengu greitt fyrir það sömu laun. Það er aðeins húsnæði, fæði og klæði. Hins vegar fengu útlærðir vefarar að auki 1 ríkisdal í laun á viku. Í sömu úttekt af launakjörum starfsfólks má sjá að 6 bunakonur í vefsmiðinu fengu greidda 2 til 3 ríkisdali á ári umfram allt uppihald. Og þó upphæðin var ekki há, voru þær einu starfsmenn vefsmiðunar sem fengu hærri laun en allir karlarnir sem þar unnu.
sem ekki voru útlærðir vefara sem sagt. Ég aftur í vandræðum með þetta. Voðalega þetta. Hvernig gerðir þetta? Ég ætla bara að taka pappírana mína hérna. Og svona vera með svona mikið lesmál og hver glæru. Já, ok, þá þetta. Árið 1790 vinna allir í vefsmiðunum eftir ákvæðisvinnu og þá spunakonan Þorbjörg Ásmundsdóttir launahæsti starfsmaður verksmiðjunnar. Og eins og hér má sjá voru launahæstu vefararnir með töluvert lægri laun en Þorbjörg. Auk þess fengu margar konur greidd laun fyrir að spinna garn heima, en sagnfræðingurinn Hrefna Róbertsdóttir segir að allt að helmingur spunavinnunnar hafi verið unnin utan veggja vefsmiðjunnar. Sérhæfingin í ullarvinnslunni leiddi til þess að fólk gat leita sér lífsviðurværis utan hefðbundinna starfa á heimilum bænda. Hrefna segir að árið 1763 hafi 40 konur verið starfandi í vefsmiðjum innréttinganna í Reykjavík, en töluvert fleiri hafi hins vegar haft tekjur á spunavinnu þar sem alltaf helmingur þess garns sem ofið var úr hafi verið aðkeypt. En í sérstökum spunataxta sem gefinn var út fyrir aðkeypt garn í ullarverksmiðjunum kemur fram að fyrir hverja hespu á garni skildu greiddir 3 til 5 skildingar. Góð spunakona gat því hæglega haft ágæta afkomu af því að spinna garnið heima, þó hún var ekki fastur starfsmaður vefsmiðjunnar. En þetta gaf konum möguleika á ákveðnu sjálfstæði í vinnumennskunni. Heimildir eru að kaupmenn hafi greitt konum jöfn laun á við karla. Í ríkisskjalasafni Danmerkur finnst til dæmis heimild launagreiðslu til daglaunamanna við reiðarferðaverslun á tímum einokunarverslunarinnar. Þar kemur fram að konur sem unnu við reiðarferðaverslun voru á sömu daglaunum og karlar. En þetta eru 4 konur sem unnu við að hreinsa og salta smjör fyrir kaupmann sem ætlað var til útflutnings og karlarnir unnu við slátrun, útskipun, húsbyggingar og fleira. Við vitum að konur sinntu alls kyns sérhæfðri þjónustu í bændasamfélaginu, eins og ég hef bara nokkur hlutverk kvenna eru hér listuð upp. Hins vegar snúið að finna vísbendingu hvort konur hafi haft tök á að selja þjónustu sína og hvort þær hafi fengið einhvern arð af eigum sínum. Við höfum áðurnefnd dæmi launagreiðslur, en skoðum aðeins hvaða eignir konur áttur. En á Þjóðskjalasafninu má finna ótal skýrslur sem veitt geta innsýn inn í eignastöðu kvenna. Hér sjáum við mynd af manntalsbók, en í manntalsbókum sýslumanna finnast konur sem standa ekki sjálfar fyrir búi, en telja fram til skatts. Í svokölluðum manntalsbókum sýslumanna eru slíkir einstaklingar skráðir sem búlausir. Þið sjáið hér á þessari glæru. Þetta allt fólk sem búlaust, sem kemur þarna fyrir neðan. Þessar bækur veita reynda takmarkaðar upplýsingar. Einungis að gefin upp fornöfn greiðanda og á hvað bær hann býr að sjálfsögðu, en oft þá erfitt að finna hann. En þær geyma hins vegar upplýsingar árlegar skattgreiðslu bænda og þeirra sem framtöldu lausafé. Þeir sem ekki ráku bú en áttu lausafé eru skilgreindir sem búlausir í bókum sýslumanna, en það gátu verið vinnuhjú, fólk í húsmennsku eða lausamenn. Þetta fólk var allt að einhverju leyti frjálst vinnuafl. Ég sýni ykkur gögn úr einu hreppi í Eyjafirði eða búlausa sem borga 10 í Öngulsstaðahreppi árið 1800. Þarna hef ég tekið þau upp úr þessari manntalsbók og sett það inn í töflu svo þið geti lesið þetta sjálf. Alls voru 19 manns búlausir í hreppnum, eða 11 karlar og 8 konur. Þeir sem skráðu voru fyrir lausafé í hreppnum voru alls 48 og af þeim voru sem sagt konur 17%, allar í húsmennsku.
sem sagt búlausar. En af búlausum í hreppnum sem við sjáum hér voru 42% konur, eða þær sem við sjáum hér merktar með appelsínugulu. Reiknað var með 10% eignaaukningu á ári hjá fólki og bar því að greiða 1/10 af þeirri aukningu í lausafjártíund. En svo þetta gjaftollur og lögmannstöllur sem að ég ætla að reyna bara að spara að tala en þarna sjáum þið að það er bersýnilegt að konur virðast telja fram helmingi minna lausafé en karlar. Við sjáum það bersýnilega þarna á þessum tölum. Hér er ég samt búin að bæta við hjúskaparstöðu og aldri búlausra, en þá blasir við að búlausir karlar sem eru giftir telja fram eigur 2 einstaklinga, það er konunnar og karlsins. Á bakvið eigur kvenna er hins vegar aðeins 1 kona, ógift eða ekki. Þó að konur telja meðaltali fram helmingi minna lausafé en karlar, þá eru 2 framteljendur á bakvið og jafnvel barn eins og við sjáum. Konur í tölu búlausra voru því töluvert fleiri en 42% ef búfénaður giftukvennanna hefði verið skráður á nöfn þeirra, en ekki aðeins á nöfn eiginmannanna. Fjöldi kvenna var í raun 14 á móti 11 körlum. Eins og áður kom fram, þá var lausafjártíund í manntalsbókum reiknuð af framtöldum bústofni í eigu skattskyldra, en það er samt erfitt að átta að sjá hvort lausafé búlausra samanstóð af kúm, hestum eða kindum. En þær upplýsingar má hins vegar finna í árlegri samantekt hreppstjóra á búfjáreign bænda, svokölluðum búnaðarskýrslum. Það voru skýrslur sem voru teknar saman árlega og má úr þeim með góðu móti draga fram þann bústofn sem búlausir voru skráður fyrir. Þetta voru svona hagskýrslur sem hreppstjórum var fyrirskipað að taka saman, sem geyma meðal annars upplýsingar allan bústofn í hreppnum, nautgripi, sauðfé og hross, allt flokkað eftir jafnvel aldri og kyni og bátaeign og túnastærð og annað. En þær eru þó náttúrulega takmarkandi og manntalsbækurnar, því að þarna eru við aðeins líka oft með fornafnbændana og þeir eru ekki skráðir með föðurnafni. Þannig að þá þarf maður að reyna að komast að því maður veit ekki heldur aldurinn á þeim. En hér hef ég sem sagt grafist fyrir þetta fólk og leita eftir því, og nú er ég búin að færa í þessari töflu inn stöðu og hjúskap þeirra búlausu í hreppnum og bætt inn bústofnunum. Þá má sjá að karlarnir eiga yfirleitt stærri bústofn en konurnar, en eins og við sáum áðan þá þurftu þeir náttúrulega að framfæra fleirum en sjálfum sér. Sú staðreynd að konurnar hafa átt handa hesta er til dæmis vísbending að þær hafa oft þurft að sinna erindum sem kröfðust ferðalaga, en ágóðan af eigninni þurfti að vera meiri en kostnaðurinn. Hestar þurftu haga til að bíta gras og það var ekki ókeypis hjá bændum. Haldið er sérstaklega utan mjólkandi ær í þessum skrám eins og þið sjáið, en þær voru verðmætari en hrútar, þar sem þær gáfu bæði af sér mjólk og lömb, og það gat verið mikil búbót að eiga eina kind sem mjólkaði, því að ef hún átti lamb þá gat hún mjólkaði upp undir 90 daga á ári og gefið upp undir kannski 45 lítra af mjólk sem hægt var að vinna í smjör eða ost eða selja ferska. Og auk þess gaf hann líka náttúrulega lamb og ullina. En veit ekki hvort að þið viljið tala eitthvað þessa töflu, en þarna er alveg bersýnilegt ef að þið deilið í þessa búfjáreign karlana, þessa giftu með 2, jafnvel 3 ef þið voru með börn á framfæri, að þá sjáu þið að konurnar eru svona nokkurn veginn á pari við þá.
En eigur kvenna voru bundnar í öðru en húsdýrum, til dæmis í vörum sem þær framleiddu úr húsdýrum sínum, launum fyrir þjónustu sem þær veittu og hverskyns framleiðslutækjum. Upplýsingar þær eigur má til dæmis finna í uppskriftum dánarbúa. En undanfarið hef ég verið að vinna með dánarbú kvenna í þeim tilgangi að rýna í efnahagslega stöðu þeirra og til dæmis hvaða eigur í dánarbúunum hafa nýst þeim til verðmætasköpunar í vinnumennskunni og hvort hægt sé að sjá að þær hafa haft kost á að selja þjónustu sína. Þessar 3 konur, dánarbú 3 kvenna sem ég ætla núna að sýna ykkur, konurnar eiga það allar sameiginlegt að þær voru af fátæku fólki, þær dóu ungar og þær voru ekki giftar. Þannig að við þurfum að hafa það í huga líka. Rósa Ingimundardóttir, hún drukknaði 27 ára gömul þegar hún var í vinnumennsku í Sörlatungu. Hún var á leið til kirkju snemma á sunnudegi og þurfti að vaða á við bæinn sem í venjulegu árferði er ekki mjög straumhörð. En þennan dag var líklega hlaup í ánni sem hreif Rósu með sér og líkið að henni fannst eftir mikla leit langt frá þeim stað þar sem hún fór yfir. Hér sjáum við eigur hennar, en ég hef þess að dregið allan fatnaðinn saman sem að Rósa átti og að verðmæti er hann 34 ríkistalir sem er töluvert og innan hann var samt að finna nokkuð af ullarfatnaði, svo sem ullasokkum og vettlingum sem hún hefði mögulega prjónað sjálf og ætlaði að selja. Enda við sjáum að hún á mikið af prjónum og nálum og svo á hún lausan pening sem ekki var mikið af í umferð á þessum tíma. Mögulega var það greiðsla fyrir eitthvað sem hún hefði prjónað og selt. En við sjáum líka að hún átti 8 bækur, meðal annars Campes, siðalærdóm fyrir heldrimannabörn. Mögulega var hún stundaði hún einhvers konar kennslu, undirbúning fyrir fermingu á bæjum í nágrenninu eða að hún kenndi börnum að lesa. Marta Arnfinns dó af barnsförum aðeins 26 ára gömul og á þeim tíma vann hún sem kokkepía eða matráðskona hjá Amtmannshjónunum á Möðruvöllum. En Amtmannssetrið á Möðruvöllum var eitt fínasta heimili landsins á þeim tíma. Það var skrifari Amtmannsins, Þorsteinn Oddsson, sem barnaði Mörtu og var hún 3. konan sem skrifarinn hafði barnað. Marta hafði verið ráðin á Amtmannssetrið í stað fyrrum kokkupía sem Þorsteinn hafði líka barnað. En sú kona var rekin burt af heimilinu í kjölfar barnsfæðingarinnar. En að sjálfsögðu fékk Þorsteinn að vera. Eigur Mörtu eru þó nokkuð verð minni en Rósu hér á undan. Mestu munar fatnaðinn sem var verð meiri hjá Rósu, en það var kannski að því að hún lifði á því, eða það voru hennar aukatekjur að prjóna og selja. Það var mikið af sokkum og vettlingum í dánarbú Rósu. En eigur Mörtu eru mjög áhugaverðar. Skoðum fyrst kannski skuldirnar við dánarbúið sem eru þarna neðri taflan hjá mér. En þar sjáum við að hún á einu laun hjá Amtmannshjónunum, 1,5 ríkisdal. Ef til vill voru þetta fyrir þá 4 mánuði sem liðinu voru árinu, hún deyr í byrjun maí og það eru dæmi að vinnukonur á betri heimilum hafi fengið 4 til 5 ríkisdal í árslaun, svo það er hugsanlegt að þetta hefur verið fyrir þessa 4 mánuði. En hún sem sagt á inni þessi laun og það sem er síðan áhugavert að það eru þessi óbevísuð kaupaskuld hjá JJ í Hvammi og ég set þarna innan sviga að rýja. Ég veit ekki 100% hvort þetta er rétt þýtt hjá mér en mér virðist það allavega að standa í þessum gögnum. 1,5 ríkisdalur var töluverð upphæð og mögulega var þetta eitthvað sem eitthvað þjónusta sem hún gat selt og við sjáum hér fyrir ofan í töflunni að þar á hún 2 skæri. Það er ekki getið hvers konar skæri þetta eru en
rúningsklippur voru kölluð rúningsskæri líka á þessum tíma. Þannig að hugsanlega voru önnur þeirra skæri, eða rúningsskæri. Og þetta mynd sem ég fann að tveim konum að ríja kindur, svo mögulega gerðu þær það. En síðan á hún inni líka einhvern pening hjá ráðsmanninum á Möðruvallaklaustri sem að segja manni að eitthvað keypti hann af henni. Þarna eru aukatekjur sem hún að fá, sem eru töluverðar, en ef að við líka horfum á þennan fisk sem hún á og smjör, þetta mjög mikið magn. Hún á 16 kíló af fisk og 10 kíló af smjöri. Og það finnst reyndar að fólk hafi fengið útvikta kannski vikutíma eitthvað magna af mat á heimilum, en hún bjó á fínasta heimilinu á landinu líka við, hún Marta, og þar var meira í boði fyrir fólk að borða en harðfiskur og smjör. Og þó að það hafi verið algengt í útvikt á þessum tíma, að þá var það engan veginn í þessu magni. Svo þetta segir manni að hún mögulega hún var að vinna sem matráðskona í eldhúsi amtmannsins. Mögulega hafði hann aðgang að allavega tækjum og tólum sem ekki voru á öðrum heimilum. Hún gat þá keypt mjólk af öðrum og búið til ost, smjör eða annað og selt. Eða hún gat keypt ferskan fisk og unnið hann til sölu. Og svo einnig líka mjög áhugavert að sjá að hún á söðul. Og það svo sem ekkert óalgengt að ég finni það að vinnukonur eigi söðul á þessum tíma. Og það segir manni líka að þær þurftu að fara einhverja leiðangra. Þú átt ekki bíl eða þú þarft ekki að nota hann. Og söðul, ef hún hefur bara þurft að fara einu svona ári eitthvað, þá hefði hún bara fengið lánaðan hnakk hjá einhverjum. En hún átti þennan söðul sem sannarlega mikils virði. Á þessum sama tíma að þá Guðrún Runólfsdóttir kaupmannsfrú á Akureyri. Hún að kaupa söðulinn sinn sem settur var á uppboð við andlát eiginmannsins Einars Hjaltested kaupmanns, og hann fer á 10 ríkisdali. Og það söðull kaupmannskonu inn á Akureyri. Þannig að þið sjáuð að það hafi verið töluverð verðmæti og hann hefur verið fínn þessi söðull sem að Marta átti. Björg Ingimundardóttir var systir Rósu sem var hér á undan og hún hafði unnið mjög lengi á Amtmannssetrinu á Möðruvöllum. Hennar dánarbú var verðmætið á 92 ríkisdali og munar þar mest fatnaðinn að verðmæti 50 ríkisdali. Hún á líka 2 ær sem hún hefði náttúrulega getað mjólkað, fengið ullaf og lömb. Og hún á 5 ríkisdali í peningum sem líka þó nokkur. Árslaun vinnukonu til dæmis. Og það vísbending að hún hafði eitthvað að selja. Koparstíllinn sem við sjáum þarna, fyrst held ég að þetta væri einhvers konar lækningatæki eða eitthvað, en þetta víst áhald sem var notað til að gata flatkökur og snúa þeim á pönnunni eða hellunni. Ef til vill var það ekkert á færi allra að baka svona flatkökur og Björg hefur verið lungin við það með koparstílinn sinn. Hún á líka 8 bækur sem töluvert og getur verið vísbending að hún hafi verið að kenna börnum eða annast einhvers konar undirbúning fyrir fermingu. Hún á kristalskrín og kristalsglas og kristalskál sem nú ekki beint bráðnauðsynlegir munir ef þú hefur vart á milli hnífs og skeiðar. Og það segir manni líka að hún hafði ráð á að verða sér út hluti sem hana langaði að eiga. Ekki sem hún nauðsynlega bara þurfti. Hún á líka kvenreiðtíi og þessi söðull sem þið sjáu hér á myndinni yfir hliðina, þetta söðull sem að Ragnheiður Vigfúsdóttir Ragnheiður Vigfúsdóttir amtmannsfrú á Möðruvöllum
sem sagt húsmóðir Bjargar, hún vann lengi fyrir hana Ragnheiði á Möðruvöllum. Hún fékk hann í fermingargjöf, þennan söðul, og þetta er íslensk smíði og þið getið meðal annars skoðað þennan söðul hér á Þjóðminjasafninu, hann til sýnis, alveg gullfallegu gripur. En hann var verðmetinn á 3 kýrverð og þá sjáið þið, ef kýrin er kannski á 6 ríkisdali, þá sjáið þið að kvenreiðtíðin hennar Bjargar hafa nú aldeilis verið vönduð. 15 ríkisdala kvenreiðtíði. Hún átti líka til dæmis hatt sem var verðmetinn á 3 ríkisdali. Þannig að hann hefur nú verið glæsilegur. Hún hefur verið glæsileg á í söðlinu sínu með barðastóran hátt kannski. En af því að við vorum að minnast á Þorstein Oddsson áðan, að þá langar mig að taka hans dánarbúið hans fyrir. Hann dó einnig ungur. Eigur hans voru þó mun verðminni en Bjargar hér á undan eins og þið sjáið. Hann var skrifari amtmanns árið 1801, nýbúinn að læra og meðhjálpar á Möðruvöllum 1802. Komst í starf hjá amtmanni, honum Stefáni, vegna þess að hann fékk uppreist fyrir barnseignarbrot sem Stefán amtmaður keyrði í gegn. Hann vildi fá hann til vinnu á Möðruvölli, en hann barnaði samt 2 konur þar. En fatnaður Þorsteins virðist hafa verið glæsilegur, eins og við sjáum. Fyrir utan það sem hér stendur, átti hann í fatnaði hálsskyrtur, hálssilki, marga klúta, hvítt vesti, 2 hatta, annað með hringjum, veit nú ekki hvað það var, en stígvél, manchesterbuxur. Hann átti skegghníf, spegil og hárgreiðu og yfir 50 stykki af silfur og metalhnöppum. Og haldið ykkur, hann átti 3 nærbuxur. Og það kemur ekki oft fyrir í dánarbúi. Og hann átti líka mikið safn bóka og framleiðslutækin, eins og þið sjáu, greinilega skriffæri. Öll hér skráð. Blekbytta, teikniblokk, pappírskær og reglustrika, pennafjaðrir. En þarna, hann átti líka reiðtíi sem eru greinilega ekki eins verðmætt eins og Bjargar, eins og þið sjáið, en á pari við það sem Marta átti. Hér uppi á sýningunni sem að Heimsins Hnoss hefur mótað með starfsfólki Þjóðminjasafnsins, þá er einmitt ein vinnukona á dánarbúi hennar. Það var mjög áhugavert ef að ykkur fannst áhugaverða þessar eigur vinnukvenna. Mjög áhugavert að fara upp á sýninguna, því að það er reyndar, hún er líklegast fædd 1820 þessi kona, þannig að hún er svona töluvert nær okkur í tíma en þessa sem ég hefur að fjalla um. En það er vinnukona á Aðalbóli í Norður-Múlasýslu, Kristjana Grímsdóttir, sem dó 25 ára gömul. Hún dó aðeins 10 dögum eftir að hafa eignast stúlkubarn og hún, Kristjana, dóttir hennar, er semst einkaerfingin. En þetta er mynd úr skiptabókinni sem við sjáum hérna bakvið. En uppi á sýningunni að þá hafa þau tekið saman, þetta er svona tilgáta af eigum vinnukonu á þessum tíma. Þau tekið saman allar eigur Kristjánu og hún átti líka söðul til dæmis. En þá getið þið svona áttað ykkur á eigum kvenna. Maður getur áttað sig betur á því þegar maður sér flíkurnar. En hér er ekki ætlunin að halda því fram að konur á 18. og 19. öld hafi almennt haft töluverð fjárráð. Heldur var gerð tilraun til að skoða hvort konur höfðu tök á því að selja þjónustu sína og fá arð af eigum sínu. Ég tel mig hafa sýnt fram á að svo hafi verið töluverðan fjölda kvenna. Og dreg þá ályktun að margar þeirra hafi að einhverju leyti verið sjálfstæðar, það er ráðið yfir eign og geta framfleytt sig sjálfar. Takk fyrir. Takk hérlega, Guðný. Við höfum núna 10 mínútur korter fyrir snarpar umræður. Ég geng hér með mikrofóninn. Ég vil benda á að þessi fyrirlestur er núna í streymi á YouTube og verður tekin upp, þannig að þið vitið það, en þess vegna fer ég með mikrofóninn. Endilega látið mig vita og við höfum 10 mínútur og við byrjum hér á.
Kærar þakkir, Guðný. Hversu, ef þú berð saman þínar niðurstöður við svona fyrri niðurstöður sagnfræðinga, hvar skikar? Hver munurinn? Sko, ástæðan fyrir að ég fór í þessa vinnu var náttúrulega að því að ég sjálf sem sagnfræðingur hafði bara einhverja mynd af fátækum vinnukonum sem að höfðu enga möguleika á nokkru öðru en að vera undir hælnum á húsbónda og húsfreyju og þær væru ekki sem sagt mjög móbæl, þær væru bara fastar á sama stað. En eftir að ég fór í gegnum sögu Guðrúnar Ketilsdóttur sem átti nú 40 heimili og af ævisögu hennar má alveg sjá að hún bara fór ef hún var ekki ánægð. Og það sem þetta fólk hafði líka á valdi sínu að það var að tala illa síðasta húsbónda. Þær bara töluðu illa hann eins og hún gerir í sjálfsævisögu sinni ef að þeir fóru illa með fólkið. Og eflaust vildu bændur hafa gott og trúfast fólk hjá sér í vinnu, þannig að eðlilega var svona á flestum stöðum ekki hugsað illa vinnukonur, og þeim kannski, þær höfðu kannski möguleika á að ná sér í einhvern aukapening hér og þar, og það sér maður alveg á þessum gögnum sem ég hef verið að skoða, að eins og þið urðu vitnað hér, að þær gátu safnað sér, gátu gert sér mat úr ótrúlegustu hlutum. Þannig að það kannski kom mér á óvart að þær skyldu eiga söðla, hesta, ær og öll þessi föt, því að sko, við vitum það alveg sem við höfum verið að skoða fatasöguna að föt voru sko ekkert ókeypis og þau voru alveg svakalega erfitt að vinna klæðnað. Ég held að þetta sé mikið flóknara heldur en við höfum átt okkur á hingað til, og þetta með til dæmis konur að leggja inn einhvern varning hjá kaupmanni, við sjáum örugglega bara rétt toppinn á ísjakanum þar, því að konur stunduðu náttúrulega meira og minna vöruskipti bara við nágranna sína, og eins og við sáum þarna á dánarbúi Mörtu að þá, og ég hef séð það mjög oft í þessum skiptabókum, að þá eru bara, þær eru kannski skulduga við fullt af fólki í sveitinni eða fullt af fólki skuldut við þær, sem að segja manni að það voru allavega viðskipti. Fólk ekki að lána einhverju vinnukonu fullt af pening ef að þið vita að hún ekki borgunarmanneskja fyrir því. Þannig að þetta mikið flóknara, og já, ég alveg sammála að við þurfum að skoða það. Ég held að iðnvæðingin hafi byrjað mikið fyrr, þessi heima iðnvæðing. Þakka þér fyrir erindið. Mig langar að skjóta því að í framhaldi af spurningu Sigurðar Gylfa að það sem er ólíkt hjá þér hefðbundnum efnistökum sagnfræðinga, það held ég að sé umfram allt það að þú gerir ráð fyrir að það sem vistráðin hjú vinna fyrir aðra en húsbændur
Já, en við sáum það líka, til dæmis eins og þessi óbevísaða kaupaskuld, hún hefði ekki verið á dánabú vinnukonunnar ef að... Var sú kona vistráðið hjú þegar til þeirra skuldar var stofnað? Kaupaskuld? Ég Er eins og hún hafi verið kaupakona frekar en vinnukona. Var hún vistráðið hjú Já, hún var vistráðið hjú hjá amtmanni. og var hún það þegar hún var að ríja fyrir þennan nágranna? Já, líklega. En sko, í skiptabók að þá fær ekki þá fær ekki húsbóndinn hlut í arfi vinnukonunnar. Nei. Maður reiknar aldrei með því. Nei. Já, vistráðið hjú segir þú sagt reiknar með því að hún hefði átt inni kaup kannski frá áramótum. Já, Þú er ekki ráðin frá ekki yfir almannarsráðið, þetta er vistaráðið. já, vistarárið endar eða ekki í júní. Maí, já. 20. maí eða eitthvað svo leiðis. Þannig að hún var að enda vistarárið. En það þarf ekki að vera að þeim hafi verið borgað út allt árið í einu. Þannig að, en þetta var líka bara tilgáta hjá mér, fyrst að það var 1,5 ríkisdalur, mögulega, já. Átjándu öldin, já. Líklegast er helsti þéttbýliskjarninn í kringu þessa konur er Akureyri sem var svona frekar lítill þá, kannski 200 manns eða eitthvað, nei, varla það. En í þúsundum tali, Hvað eru margir? íbúar á Íslandi? 1703 eru þið 50.000. Já, og fór fækkandi. Erum við ekki bara orðin eitthvað 30.000 eftir móðaharðindi? Þetta er rétt á eftir. Já. Já, takk Gunni. Mér langar að það er eitt svona fundamental í þessu. Það er hvernig virðist tölurnar verða til í þessu uppskrifum. Hver metur og hvernig er mat fengið? Í dánabúum. Já. Þá eru það eru yfirleitt hreppstjórar, betri bændur sem að koma semst á heimilið og meta, og það þarf að gera það mjög fljótlega eftir andlátið. En allir menn hafi haft eitthvað staðlar eins og við hugsaum í dag. Já, ég hugsa alveg örugglega. Ég hugsa að að því að þetta voru hreppsmenn, fulltrúar hreppsins, að þá voru þetta menn sem voru kannski búin oft að verðmeta svona. Og það var ekki einn það voru þá 2 sem voru að skrifa upp og verðmeta. Já. Já, einmitt. Það segir svo lítið, getur verið að segja eitthvað svo lítið. Já, einmitt. Ég er sammála því. Við náttúrulega vitum ekki alfæreiðtíi er til dæmis kannski hnakkur, beisli og allt saman. Á meðan ef það stendur söðull þá vitum við ekki, ok, fylgdi ekki beisli með. Það hlýtur að vera verðmeti því. Og svona, þannig að... Og gerðsöðuls. Já, einmitt. Og gerðsöðulsins, já. Ég er núna með 2 spurningar og ég ætla að bjóða einni í lokin. Ég er með 2 hérna á mælendaskrá og svo, já. Já, Kristín heiti ég. Langar bara að velta því upp að ef það voru vinnandi og fengu sín laun, að þá hafi þær kannski eitt launanum í einmitt að kaupa sér söðul eða föt eða það sem voru að kaupa sér, bara eins og stelpur myndi gera í dag. Já. Svo langar mig líka að velta því upp að þær hafi kannski verið sendar að heiman til þess að fandi heiminn að vinna fyrir sér með eitthvað frá foreldrum sínum, til dæmis eins og sögulega reytti eða eitthvað sem gæti hjálpað þeim í sínu fullorðinslífi, bara eins og við gerum í dag. Og svo langar mig líka að velta því upp að kannski hafa bændur ekki alltaf geta borgað launin í ríkisstjórnum, heldur einmitt í kind.
Já. eða lampi eða eitthvað sem að þær Eða kjól. Já, Já. sem að þær hafi getað startað sínum bústað með þannig. Já, ég held nefnilega það hefði verið mjög mikið einmitt vöruskipti. Það var ekki, peningur var bara almennt ekki í umferð. Þannig að mikið af þessum eigum komu einmitt þannig. Hæ. Oft stendur bæklingar og blöð, en já, yfirleitt bækur, semst ekki handrit, eða ég veit ekki hvað bæklingar og blöð þýða. Ég veit ekki hvað bæklingar og blöð og blaðarusl þýða. Þannig að já, hún var send í vist til systur móðurinnar og ólst þar upp en dó eitthvað 10 ára gömul minni mig. Og hún var aðalerfingin og eins með þessa vinnukonu sem að þið getið séð hérna uppi að einkaerfingi hennar er dóttir hennar sem var 10 daga gömul þegar mamma hennar deyr. Eigur Rósu fóru á uppboð. Ef að þú varst skuldug, Rósa til dæmis, það tók einhverja 6 manns að leita að líkjunu af henni í einhverja 2 daga held ég og það er rukkað af dánarbúinu. Vinna þeirra sem sagt við að finna líki og koma í að því svo þú ert að bera það heim. Þannig að já, ef þú varst skuldugur þá náttúrulega fór einhver peningur í það og boðið upp þess vegna. Já, ég ætla þá að þakka ykkur fyrir komuna. Það er alltaf geysilega gaman að sjá svona marga hér í hádegisfyrirlestrunum. Eftir mánuð þá munum við ljúka þessari fyrirlestraröð. Þá mun Sigurður Gylfi Magnússon flytja sinn fyrirlestur hér í þessari hádegisfyrirlestraröð Þjóðminjasafnsins og innan ramma rannsóknarverkefnisins Heimsins Hnoss. Ég býð ykkur öllum að fara upp á sýninguna og skoða hana, þið ykkar sem ekki hafið séð hana eða þið sem vilja sjá hana í annað, þriðja eða fjórða sinn, það er heldur ekki verra. Og þar getið þið fræðst það að Kristjana, dóttir Kristínu vinnukonu á aðalbóli, að hún, það sem kom upp úr hennar búi, það fór nú aðalega til þeirra sem tóku hana í vist og síðar gafst hún upp á lífinu hér á Íslandi og flutti í Vesturheim þar sem hún týndist. En það er á sýningunni uppi, ég ætla að þakka ykkur fyrir og þeir sem ekki fara upp á sýninguna eða þegar þið komið niður á sýninguna þá stoppið þið við í safnabúðinni og þetta lítið á þessa ágætu bók hér sem er falleg og litin og vel hönnuð eins og allar bækur í þessari ritröð. Þær eru geysilega fallegar í hillu. Kaupið allar 30 í pakka. Sigurður Gylfi, hann býður upp á það á skrifstofunni hjá sér. Takk kærlega. Já, sömuleiðis. Við erum óbúslega bundin í hugmyndahám að samfélagið er rosalega stéttskipt og fastskipt.